sæl, nú erum við stödd í Rangárþingi eystra og Hvolsvelli og við erum fyrir utan rafverkstæði Ragnars en hérna inni leynist lítil gjafavöruverslun en hún Árný, konan hans Ragnars, sér hana og við ætlum að fá að heyra sögu þeirra. Ég er ættuð frá Suðureyri við Súgandafjörð. Ég er að vestan og maðurinn minn er frá Siglufirði. Og við flytjum á Hvolsvöll árið 92 og hann fer að vinna hjá Sláturfélaginu sem rafvirki og var þar í 10 ár þegar honum langaði að breyta til og þá stofnum við okkar eigið rafverkstæði. Af hverju Hvolsvöll? Það var auglýst þegar Sláturfélagið flutti hérna 91 og þá opnuðust tækifæri og 92 var auglýst eftir rafvirkja Sláturfélagið Suðurlands á Hvolsvelli. Svo hann sóttum og fékk þessa vinnu og við fluttum. Það var bara þannig. Síðan höfum við verið hér. Og hvað svo? Svo bara erum við hér og hann er að vinna í Sláturfélaginu og hann var orðinn svona þreyttur að vera alltaf lokaður inni í vinnunni og við ákveðum að hann ákveður að stofna sitt eigið fyrirtæki. Við áttum fyrirtæki á Suðureyri sem við seldum þegar við fluttum það og stofnum okkar hérna og keyptum okkur þetta húsnæði, Ormsvelli, Hvolsvelli og hér erum við 20 árum síðan, ennþá. Og bara búin að stækka og vaxa og höldum bara vonandi áfram að gera það. Og hvernig er þessu skipt? Þetta er náttúrulega allt sami eigandinn að þessu, Rafverkstæði Ragnars, á þetta allt saman. Þessi 3 bíl sem við erum með hérna. Og skrifstofan mín er hérna fyrir innan og ég sé bókhaldi. Og til að hafa eitthvað annað að gera heldur en sjá bara bókhaldi, þetta var svona minna til að byrja með rafverktaka businessin. Að þá ákvað ég að vera með gjafur líka. Ég hafði verið með gjafur, var að vinna við að selja gjafur hérna áður líka. Hvar? Það hét, hvað hét það nú? Bláfell. Það var hérna í N1 sjoppunni hérna á Hvolsvelli. Var ég að vinna hjá manni sem rak það. Svo þegar það lokaði það var enginn að selja gjafur í Hvolsvelli. Það var húsasmiðjan og svo var ekkert annað. Þannig að það svona fekk hvatningu til að halda því áfram bara og byrjaði aftur. Ætlaði ekkert að byrja aftur en byrjaði aftur og er búin að vera með síðan. Og það er alltaf bara rennir í og fínt að gera og svo selja ég líka heimilistæki frá Smith & Norland. Við erum umboð fyrir það, þannig að það er fínt að gera og brjála að gera rafmagninu, þannig að mjög gott. Og hvað er hérna inni og segjum við bara svona smá venjulega og svo hvað voruð að gera núna? Við vorum bara að þrífa og taka til og gera klárt fyrir jól. Hér er alltaf gjafavara bara og bæði, dót og gjafavara hérna og það sem að ég kaupi inn. Sumt að ég flyt inn sjálf, annað kaupi ég af heildsölum og þannig að það er alltaf. Svo selja ég náttúrulega bara allt sem hægt er að kaupa frá Smith & Norland. Það er alltaf með smá frá þeim. Þvottavélar, þurrkara, hrærivélar, hvað sem er. Og þetta virkar bara fínt saman. Og svo seljum við líka rafmagnsdót ef ykkur vantar vír eða eitthvað, eða kló, þá afgreiði ég það líka. Þannig að það var alltaf nóg að gera. Uppáhaldslutur mínir inni. Í dag eru uppáhaldslutur minn inni þessi vasar sem voru að koma. Ég finnst þeir algjörstæði. Og það er örugglega eftir að enda einn heima hjá mér. Það er bara svolítið þannig. En það er svo rosalega margt. Það er rosalega mikið af uppáhaldslutum og ég get ekki verið að fara með á alla heim til mín. Mér finnst mjög gaman að selja fólkið á. Og það gengur mjög vel. Það er bara þannig. En hvernig velur þú? Inn í búðina? Ég reyni að velja bara svolítið sem mér finnst fallegt og það sem ég held að fólki finnst fallegt og bara nytsamlega hluti og fallega sem að gætu hendað í gjafir og til eigin brúks. Vinsælust jóli myndi ég halda að verði svolítið að frá henni Heklu Ísland vörurnar. Þær eru rosalega fallegar en svo fer alltaf það, svo er náttúrulega alltaf bara praktíski hlutir. Kerti og servéttur, falleg kerti, fallegar servéttur. Það eiga allir allt, það vantar engum neitt Það er bara svolítið svoleiðis. Er það ekki? Þannig að fólk er aðalega bara að reyna að gefa einhverjum smá gjöf, mörgum tilfellum. En ég veit að það mun seljast mjög vel frá Heklu Ísland. Af því að það er bara strax byrjað. Það er bara fólk að kaupa lóur eða rollur, hrafna til að gefa börnunum sínum, barnabörnunum í jólagjöf. Sem er mjög gott. Þannig að ég held að það verði mjög inn. Ásamt öllu jóladótinu sem er ekki allt komið upp. Þannig að fólk er líka í því að kaupa sér jóladót. Fyrirtækin er alltaf búin að vaxa mikið. Við erum alltaf að bæta við okkur starfsfólki. Búin að bæta bara við 2 núna á stuttum tíma.
og strákum að læra rafvirkjun, samning hjá okkur. Þannig að það alveg bjart með það, mikið að gera framundan. Og ég verði örugglega bara hérna líka að afgreiða í búðinni og sjá bókhaldið. Það gangi allt saman. Hvernig svona samspilið á milli rafmagns og gjafavöru? Það bara, það alveg þannig að þegar það ekki mikið að gera í búðinni hjá mér og ekki í bókhaldinu, þá fer ég bara að gera við þvottavélar, sko. Þetta mjög gott samspil. Ég get það alveg líka, sko. Og ég geri það bara, ef það þarf að gera eitthvað hérna hinum megin sem að ég get, þá geri ég það bara. Hvernig lærðir það? Með aðstoð eiginmannsins, hann náttúrulega bara kenndi konunni og hún sér svo bara það. Þegar það mikið að gera hjá honum og þá kannski kemst hann ekki í það. Og þá reyni ég að létta undir með hann og fyrir það. Og það algengasta í rafbusiness? Það eru helst þvottavélar, svona á gólfinu hjá okkur eru helst þvottavélar og þurrkarar, já. Og ég meina einstaka maður að koma með einhver smá heimilistæki en það ekki mikið það. Hvað oftast að þvottavélum og þurrkurum? Það geta verið farnar legur eða hurðargúmmí eða affallsstælur. Það svona algengast, einfaldast. Ef þú myndir gefa fólki sem að horfa eitt ráð varðandi tækin sín, hvað ráð myndir gefa? Hvað ráð myndir gera? Það bara að hugsa vel þau. Tæma síðurnar og þrífa þau. Því að þvottavélar þurfa að vera hreinar líka til að þvo þvottinn. Þær mega ekki vera skítugar. Hugsa bara vel heimilistækin sín. Það bara þannig.